Ég held að samfélagsmiðlar birti svona falska mynd af fólki. Hver er flottastur? Hver er ríkari? Hver lítur best út? Ég myndi segja að það væri í lagi að setja ekki þú veist inn útgáfu sem er alveg 100% raunveruleg. Já, ég birti hluti sem ég vil að aðrir sjái. Ég held að samfélagsmiðlar hafi áhrif á hvernig fólk hagar sér í raun og veru. Ég trúi ekki á filtera, photoshopping, facetuning. Já, ég held að sumt fólk á það til að vera með þráhyggju yfir samfélagsmiðlunum sínum. Það missi einhvern veginn merkingu þess. Hver er tilgangurinn með samfélagsmiðlum sem er að tengjast öðru fólki? Ég eyði miklum tíma í að vera mjög varkár hvað ég set á Instagram-reikninginn minn. Aðalega vegna þess að fólk sem ég þekki ekki svo vel sem á eftir að sjá það. En síðan er ég með spam-reikning og hann er bara fullur af virkilega hræðilegum myndum af mér. Það er alltaf lagi að spila þú veist smá leik til að þykjast, til að þú veist sýna sig. Þú veist, í mínum huga er ég alltaf að hugsa viðurkenningu frá öðru fólki. En á sama tíma þá veit ég að ekkert að þessu skiptir í raun einhverju máli á endanum. Eftir því sem ég var eldri þá finnst mér að þessi komment bara skipti ekki máli, þú veist. Mér finnst það ekkert hjálpa mér neitt til að skilgreina hver ég er sem manneskja. Ég byrjaði að telja lækin á póstunum mínum og ég áttaði mig fljótt á því að þau voru bara að valda mig kvíða, svo ég hætti því. Núna hef ég lært að ég birti bara færslu sem mér langar að birta bara fyrir minningar. Því ég lít tilbaka á eins og samfélagsmiðlasíðurnar mínar þá refi ég svona upp þessar minningar. Ég er líka ofta að spá í hvort fólki muni hafa gaman að efninu og ég. Það skiptir mig eiginlega engu máli hvort ég fái likes eða ekki. Ég held að ég finni ekki fyrir þrýstingi að birta ákveðna hluti, eiginlega þvert á móti. Ég finn fyrir pressu að setja ekki ákveðna hluti. Stundum er hægt að þrýsta á mig að setja inn ákveðna hluti, en ég reyni að gera það ekki því mér finnst skemmtilegast og best að vera ég sjálfur. Og mér finnst pirrandi að fólk segir mér hvað ég á að gera. Ég birti aðeins hluti sem sýna mig sem þá glöðu kraftmiklu manneskju sem ég er. Ég þótt það sé ekki alltaf satt, þá er það eina sem ég ætla að pósta. Þeir hafa eina mynd af sjálfur sér, en það er ekki heil mynd af því hver þau eru sem manneskja. Hvernig ég lít út og hvernig ég birtist í samfélaginu, það setur mig í ákveðna stöðu, til dæmis hvernig ætlast er til að ég bregðist við á ákveðinn hátt. Á netinu getur þú valið hvað fólk sér og það hefur svona kosti og galla. Ég myndi segja að stjórnun á samfélagsmiðlum þínum gæti verið jákvætt. Fólk getur séð það besta af lífið þínu og þá lætur fólk sjá þig hamingjusaman allan tíman. Það gefur einhvern veginn kraft til að vera eins og þú vilt vera og aðeins leyfa fólki að sjá það sem þú vilt að það sjáu. Það getur samt alveg allt orðið neikvætt mjög hrætt. Ef þú ert stöðugt að sýna sjálfa þig, eins og þú ert alltaf ánægður, getur það að skapa kvíða og bara mikla streitu. Þegar ég seti eitthvað þá er ég að skoða mjög oft til að sjá hvernig það gengur með við aðra myndir mínar. Ef hún fær ekki mörg likes og hina myndirnar mínar þá skæti ég þess vegna eitt inni. Við sjáum bara bestu augnablikin eða hamingjusömustu augnablikin í lífi fólks og við vitum ekki hvað gerist umfram þessar stundir eða hvað það hefur gert til að upplifa þessar stundir. Ég held að einhver er að setja inn eitthvað fake eins og til dæmis photoshopaðar myndir eða eitthvað sem er ekki raun og veru til. Þá finnst mér að það ekki í lagi. Áhrifavaldar á netinu eru ofta að stuðla að svona óheilbrigðum beauty standards fyrir unglinga eins og okkur. Ég meina, unglingar, við erum bara að reyna að passa inn og stundum ná þess að væntinga til okkar. Það eru örugglega til myndir einhvers staðar þar sem ég hef sett filter eða breytt þeim á einhvern hátt þar sem ég líti út fyrir að mjórri eða fallegri eða með fleiri freknur eða hvað sem það er. Vinir mínir eru með þetta á heilanum. Ó, hvernig lít ég út á myndinni. Ó, ég er ekki eins og, ég veit ekki hvað á þessari mynd. Ætti ég að birta hana? Ég er eins og, af hverju skiptir það máli? Það er sumt fólk sem lítur alltaf svo fullkomið út og það er alltaf að drekka eitthvað geggja latte og það er alltaf að ferðast með heita kærastanum og það er allt sem þau birta. Þú býst við að þetta sé þeirra raunverulega líf. Þú hefur öll þessi tækifæri til að segja fólki frá því hver þú ert. Og fólk hefur tilhneigingu til að breyta því vegna þess að vill láta líka við sig. Og ég hef tilhneigingu til að breyta því vegna þess að ég vill að fólk líki við mig. Ég held líka að það sé hægt að ofhugsa. Ef þér líður bara vel með sjálfa þig, þá finnst mér allt í lagi að setja það inn sem þú vilt setja inn. Það hefur ekki aðeins áhrif á hvernig við erum á netinu, heldur einnig hvernig við veljum að segja frá okkur sjálfum og mikilvægi okkar í raunveruleikanum. Þessi manneskja sem þú sérð að lifa hinu fullkomna lífi er eins konar að stjórnandi í það sem hún gerir. Svo hún er ekki að sýna þér allt, svo ekki reyna að lifa eftir þessum mjög litla hluta lífsins.